Komiði sæl, þetta Pólitíkin, 38. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þar síðasta þætti ræddum við hvernig ljósleiðaravæðing landsins hefur gagnast á COVID-tímum þegar fólk meira og minna heima að vinna en venjulega og sinnir orðið samskiptum við annað fólk að miklu leyti gegnum netið. Við ræddum aðeins byltinguna sem fylgir ljósleiðaravæðingunni og ýmis tækifæri sem henni fylgja. Í dag ætlum við að heyra meira verkefnið Ísland ljóstengt sem hefur verið í gangi síðan 2016 ásamt því að fjalla þrífasavæðingu í dreifbýli sem annað átaksverkefni stjórnvalda. Við ætlum að ræða hvernig ljósleiðaravæðingin mun gjörbylta íslenskri stjórnsýslu samhliða stafrænni byltingu og loks ætlum við að ræða 5G-væðinguna og 4. iðnbyltinguna. Gestur minn að þessu sinni Haraldur Benediktsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi sem hefur unnið að ljósleiðaravæðingunni frá árinu 2013, lengst af sem formaður ráðherraskipaðra verkefnahópa og situr nú í stjórn fjarskiptasjóðs, en Haraldur sat einnig í verkefnahópi iðnaðarráðherra hröðun á þrífösun rafmagns og dreifikostnað. Vertu velkominn, Haraldur. Já, takk fyrir. Kannski aðeins fyrst ljósleiðarann. Þú segir okkur bara frá því hvernig það kom til að þú komst inn í ljósleiðarátaki svona í byrjun fyrir 7 árum rúmum síðan. Já, það má eiginlega segja þessi ástæðan ég fór í pólitík. Ég var í starfi í 9 ár sem var formennska í Bændasamtökum Íslands og Bændasamtökin halda búnaðarþing árlega eða héldu þá árlega og þar náttúrulega verið að ræða fjölmörg atriði önnur heldur en bara beinhörð málefni landbúnaðarins, heldur líka bara svona búsetuskilyrði, fjarskiptamál og rafmagnstengingar voru búin að vera ítrekað til umfjöllun þar og okkur fannst miða hægt í að bæta úr stöðu fjarskipta í dreifum byggðum og við horfðum framan í þessa miklu byltingu sem var með notkun netsins. Við vorum að keyra ýmsa skýrsluhaldsgrunna í búfjárrækt, miðlægt og vandamáli voru tengingar. Og við létum okkur þetta varða og árun 2011, 2012 var ég í miklum samskiptum við þá forstjóra Mílu Pál Jónsson og Evu Magnúsdóttur okkar góða félaga og inn í Bændasamtökunum þá hafði eiginlega teiknast svona ákveðin mynd hvernig hægt var að leysa þetta og við höfum líka verið í norrænu samstarfi samtaka bænda þar sem allir voru að fást við þetta saman og svo verða nú þessi skrýtnu tímamót að ég ákveða að fara í pólitík og þetta var sannarlega eitt af málum sem ég vildi vinna að. Hélt reyndar fund snemma haust 2012 þar sem ég hóaði nokkra þingmenn úr nokkrum flokkum og lagði svona fyrir þau hugmyndir Evu og Páls hvernig við getum farið í ljósleiðaravæðingu dreifbýlis og þetta þótti algjörlega óvinnandi vegur, menn þetta er svo hrikalega dýrt í Íslands og dreifbýlt og þetta yrði bara aldrei raunverulegu möguleiki en við vorum samt búin að skræla þetta niður þar sem það væri mögulegt. Þetta er svona aðkoma mín að málinu og svo verða þannig kosninga, ég sest á þing og ég fer fljótlega að selja hönnubirnu hugmyndina sem að settist á í þáverandi innanríkisráðuneyti að því að við ættum að fara í svona átak og ég man alltaf eftir fyrstu fundunum sem ég átti í ráðuneytinu með hönnubirnu og starfsmenn ráðuneytisins komu, já við nú fengið svona fleiri lukkurittar áður sem að segist geta gert þetta en hönnubirna hafði trú á þessu og hún náttúrulega var klók og sagði mér leistu þetta þá og ég fer síðan í það, hún skipar okkur í verkefnahóp og með mér var Páll Jóhann Pálsson sem hefur eiginlega fylgt mér allan tíman, hann var þá þingmaður fyrir Framsóknarflokkinn og skemmst frá því að segja við fórum í vinnu, við greindum mögulegan kostnað við þetta og skiluðum henni síðan svona skýrslu það, þetta svona kostar þetta, svona hægt að gera þetta. Þá nú Ólu Nordal komin í ráðuneytið mjög fljótlega og hún eiginlega baði mig að halda verkin áfram, segðu, nú þið búið að greina þetta, fyndu aðferðin til að gera þetta. Og svona með miklum umræðum þá ætli líka að draga inn í þessu umræðu þegar ég sest í fjárlaganefnd í upphæðu mínu þingsetu og sitti þar reynda síðan. Þá voru ljósleiðaramál og fjarskiptamál í dreifbýli alltaf að færast ofar á erindi sveitarstjórna til fjárlaganefndar. Svo það þarna á 2015 að það nánast ekkert sveitarfélag á landinu sem ekki kemur með þetta sem áherslumál. Og meirihluti fjárlaganefndar gerir raun og veru fyrstu tillögu að fjármunum til þess átaks
af því að það lá fyrir greining og það upphafið af Íslandi ljóstengt, þessi greining, þessi fjármunir sem meirihlutinn og ráðherrann beita sig fyrir að koma inn í verkið og seinna skipar Ólöf mig bara sem formann verkefnisstjórnar að hrinda þessa stað. Þetta núna forsagan að verkefninu. En núna erum við bara mjög langt komin og þetta raunverulega að gerast það sem ekki átti að vera hægt að gera. En það eins og segja, langt komið. Ég meina, sko frá 2013 til dagsins í dag hefur náttúrulega algjör bylting í þessu og markmið stjórnvalda að í árslok núna 2020 verði 99,9% ef mann rétt komið með 100 megabæta þráðbundna nettengingu. Hvernig staðan á því? Mun okkur takast það fyrir árslok þess árs að ná þeim markmiðum? Já, við þegar þú segir 100 megabæta þráðtenging þá erum við með stiltum við þá tölum meira hvað ljósnet eða kóparkerfi í þéttbýli getur ráðið við. Og upphaflegu greiningarnar okkar gerður á fyrir að við þyrftum að styðja við 4.000 tengingar, svo leggjum við að stað og mér sýnist að við förum í 6.500 tengingar. Við höfum samt að geta aukið fjármagnir til verðsins, þar að segja. Við erum raun og veru að grípa miklu fleiri með heldur en að við kannski vorum með augun á í upphafi sem að gera verkefninu bara áhugaverðara og mögulegra. Og við munum ná þessu markmið okkar núna á þessu ári sem að hefjast, þá lýkur átakinu og þá höfum við tekið þann hluta fjarskiptamarkaðarins, dreifbýli sem að markaðurinn sjálfur eða fjarskiptafyrirtækin höfðu ekki burði eða getu til þess að byggja upp á markaðslegum forsendum. En nú hafa einhverjir þessu samlega áhyggjur af þorpum og minni þéttbýlistöðum. Sveitirnar eru, eins og þú segir, að verða komnar með gríðarlega góða tengingar. En svona þorpin kannski setja þá meira eftir. Verið að taka eitthvað skref í því? Já, það nefnilega svo gaman fyrir okkur tvo, sitjum sveitamenn, að veruleikinn á Íslandi í dag sá að á landsbyggðin eru sveitirnar í miklu betra fjarskiptasambandi heldur en margir þéttbýliskjarnar. Og ég nú bara að segja þetta til að rifja það upp að það ekki alltaf sem sveitirnar koma á undan, sko. Þá blasir við okkur að þetta vandamál í mörgum þéttbýlistöðum og ég myndist á ljósnetið og kópatengingar og þessar tengingar sem við byggt í ljósleiðarakjörunum eru náttúrulega með miklu meiri afköst en 100 megabita. Það eru með endabúnaði frá 100 upp í 1000 megabita og þá blasir bara við þessi aðstöðumunur aftur, en það miklu flóknar að stíga inn á þéttbýlisvæðin. Við munum aldrei geta beitt aðferðafræði Ísland ljóstengt þar með beinum stuðningi með þeim hætti sem gert, ríki og sveitarfélög, því að fjarskiptamarkaðurinn undir stífu regluverki, hann er samkeppnismarkaður og það eru hindranir á því hvernig við getum stigið inn í samkeppnina með opinberum fjármunum og þess vegna erum við núna að skoða aðra leiðir, hvernig við getum bara aukið samkeppnina uppbyggingu þar. Og ég að stýra núna enn og aftur hópi sem að skoða möguleika því hvernig við nýtum til dæmis þá þræði sem að Atlantshafsbandalagið á í landshringnum, það sem svona hryggjastykki íslenskra fjarskipta eða ljósleiðir allt í kringum landið og við klárum það núna vonandi í nóvember og þá getum við vonandi með þeim aðgerðum svona aukið eða stutt við samkeppnina uppbyggingu. Það verður fleiri valkostur stopptengingar og þá erum við vonandi búin að brjóta þannig ís að það verður áhugavert og arðbært að byggja fjarskiptakerfi í þéttbýliskjörnum. Þú myndist á þráð Atlantshafsbandalagsins, maður velti fyrir sér tengingum Íslands við umheiminn, við Evrópu. Þessari byltingu samhliða þurfum við að efla hana eitthvað frekar? Já, við erum nú ætla ég aldrei að halda því fram að ég sé einhver sérfræðingur þó ég hafi verið að vasast í ljósleiðaramálum í langan tíma, en það bara kom mjög fljótt í ljós þegar við förum að tala svona þá möguleika sem fjarskiptakerfin gefa okkur, hvort sem það er rekstri gagnavera, vinnsluver hafa líka verið hugtak sem í gangi, þar að segja það ekki bara geymslur á gögnum eins og í gagnaverum kannski sem við þekkjum í dag, heldur meira unni með gögn og sítengingar
og þá var og mikilvægt að komi fleiri ljósleiðara tengingar við Ísland, sem sagt fleiri leiðir upp í tíma og öryggi fjarskiptana og svona sem anga af þessu brasi gegnum fjarskiptasjóð þá búið þá að stuðla því núna þá að leggja nýjan gagnaþráð, tengiþráð við meginlandið, við Evrópu á næstu misserum og það fjármagnað, sérstakt fjármagn í fjárlögunum núna og fjárfestingaráætlun ríkissjóðs. Þannig að við fáum fleiri tengingar til landsins sem að gjörbreyta öryggi fjarskiptana og skapa enn fleiri möguleika. En svona, því nú heyrir maður ýmsar sögur og maður svona veltir fyrir sér hverju þetta að breyta fyrir fólk. Maður heyrir að fólk hafi ákveðið að hætta við búferlaflutninga, maður heyrir af alls konar uppbygging og smáiðnað og fleiru þessu tengt. Einhverjar dæmisögur sem að þú getur nefnt? Já, þetta svo skemmtilegt sko. Þetta eiginlega svo frábært. Þegar maður var að svona vinna því að fá framgang fyrir þetta verk, þá eðlilega fekk maður spurningum, hverju skilar þetta okkur? Og maður hafði kannski ekkert mikið meira að segja, já, fólk getur fara á netið. Svo kemur bara svo margt stórkostlegt í ljós þegar þetta kemur og eins og ég alltaf sagt, við munum aldrei geta sagt til hvers þetta leiðir, af því að það svo ótrúlegt. Ég hef verið þeirra gæfa aðnjótandi að mæta stundum á svona hóf sem að sveitarfélag hafa haldið þegar búið að byggja ljósleiðarakerfi og ég segi stundum sögun af einu slíku hófi þar sem að komu til mín fullorðin hjón sem að hafðu nú svona sögðu að við tóku nú þátt í þessu svona okkur fannst það mikilvægt að við erum hluta samfélaginu og þetta gæti orðið, þetta mikilvægt fyrir sveitina, mikið talað unga fólki og möguleika þess sko. En við tókum ljósleiðarann en þetta búið að breyta miklu meira fyrir okkur heldur við gátum nokkuð tíman ímynda okkur og þú örugglega ekki að hugsa okkur þegar þú varst að vinna framgangi á þessu verki. Já, ég svona kannski vildi ekki kannast við það en þau sagðu þetta hefur gjörbreytt okkar lífi. Vegna þess að nú getum við að því að við erum komið þessa góðu tengingu verið í samskiptum við börnin okkar sem búa í Evrópu og Vestanhafs og við getum núna tala við barnabörnin okkar og þau eru að þjálfast í íslensku og þetta hefur gefið okkur mikla fylling í lífið. Síðan get ég einhver sko talið fjölmörg dæmi þar sem að veruleikinni sá að jarðir endurnýju sínu búsetu af því að fjarskiptin voru löguð. Og fólki gat flutt með sér vinnu heim. Ég geti talið fyrir bara allmarga jarðir sem að kannski hefðu bara farið í eyði ef að þetta hefði ekki komið. Þannig að og þar til viðbótar að flóran svo fjölbreytt. Það eru þess vegna leikja hátíðir haldar út í sveit þar sem að markhópurinn bara fólk sem að að koma til þess að í einhverju leikjatjámi, ég kann ekki eins og lýsa þessu en ég bara að reyna að tala fyrir því að segja, flóran svo fjölbreytt, við vitum ekkert hvað hann en ég sé fólk vera að búa sér til verðmæti og styrkja búsetuna í hverju einustu sveit í landinu af því að fjarskiptum voru bætt. Aðeins að öðru sem ég kom inn á í upphafi og í rauninni alls ekki síðra mál og mun bylta mörgu í dreifðu byggðum, þrífösun rafmagns. Þetta langþrá baráttumál og þú sast eins og ég kom inn á innganginum í verkefnahópi ráðherra sem vann að því að finna leiðir til að hraða þrífösun í landinu dreifikostnað. Flestir áhörfundur botna eflaust ekkert í því hvað ég að tala þegar ég segi þrífösun rafmagns af því að þetta auðvitað ekki vandamál hjá stærstum hluta þjóðarinnar. Má kannski segja að menn geti sett þetta í eitthvað samhengi að þeir séu að framleiða mat hér á veitingahúsi með svona eldhúsvenjulegri eldavélskoði til samanburði við einhverjar svaka iðnaðarvéla sem að taka þetta 3 fasa rafmagn, bara svona eitthvað einfalt dæmi. En hvað snýst þetta verkefni sem að þú nefndir einnig og hefði þetta verið eitt af stóru baráttumálum bændasamtökanna þegar þú leitir þau og nú vonandi að fara að gjörbreytast. Hvað snýst þetta og hver staðan á því í dag? Já, sko, við gætum náttúrulega að kalla þennan þátt okkar og þetta samtal okkar bændur spjalla því að ég ekki tvissum að margir átta sig á því að það sé ekki vandamáli sé ekki 3 fasa rafmagn en veruleikin bara þessi að rafmagnstengingar fyrir einmitt svona tæki eins og þú nefnir til dæmis í á veitingastöðum, þau krefjast svona öflugri rafmagnstenginga heldur en svona hefðbundið heimilisrafmagn og þetta sannarlega
einn af þeim þáttum sem hefur vantað upp á í dreifðum byggðum að það séu nóga öflugar orkutengingar, raforkutengingar og já, þetta var búið að vera eitt af þessum baráttumálum okkar að koma 3 fasa rafmagni hraðar áfram. Auðvitað það bara hluti af endurnýjun og raforkuflutningskerfinu að endurnýja yfir í slíka tengingar og Þórdís Kolbrún sem að situr í ráðuneyti raforkumála, hún bað mig eiginlega að fara inn í þennan málaflokk líka. Nú bara vandinn sá að raforkuflutningar og fjarskiptamál eru svona sikkur hugarheimurinn, en við höfðum komið auga á því þegar við vorum inn í ljósleiðaranum að það geti verið mikil samleið að leggja þetta með sama plóknum, 3 fasa raforkustreng og ljósleiðara og það voru einmitt sjálfstæðismenn í Borgarbyggð sem eiginlega brutu ísinn í því að flétta þessi verkefni saman. En bara til að gera langa sögu stutta, við erum að komast áfram í 3 fasum rafmagnsveitum, þar að segja við höfum eiginlega tekið þessa verkáætlun sem átti að klárast 2035, þjappa henni niður í til ársins 2025 og þeir sem hafa raunverulega þörf, það hafa ekki allir þessa þörf, eiga að fá úrbætur þá eða slíka tengingar á næstu 5 árum og þetta ofboðslega mikilvægt mál og miklu brýnna heldur menn átt að segja á því að þarna raunveru möguleikinn til þess að tengja tæki og tól og koma sér upp alvöru búnaði, lækka rekstrakostnað þeirra, hvort sem við hefðbundi búskap eða reka trésmíði eða vélsmíði eða hvað þú ert að gera með orkufrekum tækjum og ekki síst fyrir ferðaþjónustuna sem að líka þarf öflug tæki til þess að reka í sínum eldhúsum og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta svona eitt af þessum málum sem að ég hef allavega borið gæfu til þess að pota eitthvað áfram. En hvað, þú talar að leggja þetta samhliða öðrum eins og ljósleiðara og rafmagn þá saman, en verið að nota einhverja sambærilegar lausnir eins og samstarf, sveitarfélaga eða einkaaðila, eða hvernig eru menn að nýta það eitthvað í þetta verkefni? Já, sko, ljósleiðara verkefni náttúrulega, segi ég alltaf, íbúaverkefni. Það eru sveitarfélögin sem taka kyndilinn og beran og íbúarnir. Og með því að gera þetta með svona standa við hliðin á fólkinu sem býr á svæðinu, þá þetta allt annað verk. Þá eru miklu fleiri sérfræðingar, þeir vita hvað ódýrt að plægja gegnum land og þeir kunna styðstu leiðirnar heldur en ef einhverju verkfræðingar að sunnan kom og teikna þetta upp. Án þess að tala niður til þeirra, fólk að leita lausna, gera þetta ódýrara, gera þetta hraðar og í mörgum tilfellum hefur það bara verið mjög góð kostur að vinna þessum 2 verkum saman, bara nýta því að jarðvinnan kostnaðarþátturinn sem langhæstur í þessu, en ég verð líka að kannast við það, við bárum ekki gæfu til þess að nýta alla samlegðaráhrifin, öll samlegðaráhrifin, ég get samt bent eins og á Vestur á Mýrum og í Skaftárhreppi sérstaklega, bara til þess að nefna einhver dæmi, þar berum menn gæfu til þess að vinna þetta saman. En svona kostnaðarskiptingin því, það er annar heimur, þetta þá byggt án framlaga sveitafélaga eða framlaga íbúana, þetta hluta endurnýjun og orkudreifingakerfinu en við höfum samt gert það mögulegt fyrir dreifiveituna að gera þetta ódýrara með því að flétta þetta saman. Að koma inn í þennan pakka. Já. En hvernig þarf Alþingi eitthvað að koma að þessu eða? Já, við erum að nálgast þetta núna 3 fasunnar flýtinguna með því að fjármagna svokölluð flýtigjöld, þar að segja við erum að viðurkenna auka kostnað dreififyrirtækisins á að flýta framkvæmdinni og Alþingi hefur núna í fjármálaáætlun næstu 5 ára og fjárlögum á næsta ári lagt til hliðar fjármuni sem að leysa raun og veru þetta verkefni okkar að gera þetta á 5 árum til þeirra sem þurfa slíka tengingar í staði fyrir að byggja til ásins 2036. 2036, ég man það var ártal þegar ég var í ráðuneytinu varandi Skaftárhreppi allavega, ég man eftir því dæmi. Við erum það væntanlega að tala kannski bara 2024. Já, 2024-2025 ég held meira að segja að Skaftárhreppur sé einhvers staðar miklu næri tíma við séum bara að klára hann á næsta ári. Þannig að svona menn áttir sig á því hvað við erum í rauninni því að við erum að tala heilan áratug jafnvel fyrir heilu sæðin sem að óumlega það. Við erum að því, við erum að tala jafnvel 15 ára flýtingu sem staðar. Það magnað.
aðeins framtíðina meira. Stafræn bylting, hún byrjuð. Já. Og íslensk stjórnsýsla hefur í rauninni tekið miklum framförum og kannski ekki síst núna á COVID-tímum sem hafa verið kynntar nýjar lausnir. Og þegar hún öll meira og minna komin á netið sem að væntanlega verður fljótlega og allir með rafræn skilríki og 5G komið all land sem þetta tengist ljósleiðaranum. Það má segja kannski að 99,9% landsmanna hafi jafnt aðgengi að stjórnsýslunni. Þetta hlýtur að skipta miklu máli og gefa okkur ákveðin tækifæri sem þjóð. Já, það var nefnilega mjög gaman að hlusta á þáttin ykkar þar síðasta þátt þar sem þið voru að ræðum ljósleiðaratengingar og fjarskipti á COVID-tímum. Við náttúrulega tekið hraðnámskeið í að tileinka okkur fjarskiptin. Það sem að mér finnst ofboðslega spennandi og ekki við langar að vekja athygli á að í fjármálaáætluninni núna erum við að leggja til hliðar, erum að merkja fjármuni til þess að uppstokka raun og veru íslenska stjórnsýslu. Við erum komin yfir á stafrænt form sem þá þýðir að þú ert að eiga samskipti við stjórnsýslunni og skiptir ekki máli hvar þú býr, þannig að þú ert að bæta aðgengi allra að stjórnsýslunni. Það gerðist með ljósleiðaraverkefninu að við fórum í fyrsta sæti þjóða í samanburði útbreiðslu og notkun fjarskipta. Við erum mjög neðarlega á þessum listum þegar við mælum aðgengi að stjórnsýslu. Þar mælist Eistland mjög ofarlega og yfirleitt í fyrsta sæti vegna þess að þeir höfðu raun og veru það öfundsverða stöðu þegar þeir voru að byggja hann upp á nýja leika. Þeir notuðu netið sem grunnfaktor ef maður orða það þannig í að byggja upp stjórnsýslu. Og við erum núna að fjárfesta og ætlum að fjárfesta í stafrænni stjórnsýslu sem að ekki mun bara bæta aðgengi heldur líka spara gríðarlega mikið í opinberri stjórnsýslu. Þess að við erum að setja saman kerfi hvort sem að þú ert að hugsa að koma gögnum til þinglýsingar eða hvaða samskipti þú þarft að eiga sem borgari við stjórnsýsluna og stjórnsýslan að verða raun og veru meira tæknivædd og meira sjálfvirk líka, þannig að við munum þurfa að nota líka nota einhver leiti róbótalausnir og slíka þætti, þannig að þetta mun gera hana ódýrari. Síðan bætist við, eins og þú nefnir 5G tæknin og internet hlutana eins og það hefur verið stundum nefnt, miklu meiri sjálfvirkni, miklu meiri krafa gagnaflutninga í báðar áttir sem að leysa á læðingi tækniframfærin sem að við kunnum örugglega ekki að nefna hér í dag, en að því að við erum nú báðir sveitamenn þá vitum við að það er verið að þróa sjálfkeyrandi traktora og kannski getum við bráðum keyrt úr hugsunni hjá okkur með því að sitja inn í stofu og vera bara með sjálfkeyrandi dráttarvél á sem að styðst við 5G. En að því ég var að reyna að lýsa áðan hvaða störf hefðu orðið til út í sveitum vegna fjarskipta, þá þau ekki síst undirbyggða því sem að kalla yfir í 4. innbyltingin. Bara forritunarþjónusta, það er ýmiss konar smíð og hugbúnaði og viðhald og hugbúnaði og rekstur hans. Skiptir ekki máli hvar þú býrð í þessari nýju innbyltingu, þá ertu þátttakandi og það eru bara ímyndanarefni sem takmarkaði. Og við erum stundum að tala störfan staðsetningur og flytja opinber störf út á land. Mér finnst það eiginlega bara orðið óþolandi þröng skilgreining. Við eigum bara að vera miklu opnari fyrir því að tala bara allur heimurinn getur þess vegna verið okkar starfsvettvangur með góðum fjarskiptum. Þurfum við eitthvað að huga netöryggi varðandi þessa rafrænu stjórnsýslu og varðandi allt þetta, kallar það á eitthvað meira eða eigum við bara að sigla áfram fulla ferð? Já, ég ætla að taka sérstaklega utan það í annar umræðum fjárlaga að við erum alls ekki nógu fókusurinn á netöryggismál og netöryggismál eru marglaga. Það getur verið hvernig þér tekst sem einstakling að verja ýmsa persónulegar upplýsingar bara í tölvunni þinni og hvað þú ert að fara út á neti með þitt greiðslukort og slíka hluti. Síðan það bara öryggi upplýsingana, en það sem langstæðst og okkur mest hulið og lítið umræðu bara ýmis fjölþáttaógn. Við erum núna annarslagið að fá fréttir að það séu árásir og hinn á þessi fyrirtæki. Við
við erum ekki að tala mikið netárásir því að við erum raunverulega ekki með að fylgjast með nógu mikið með þeim. Þannig að það getur örugglega ekki verið öðruvísi í Íslandi heldur en annars staðar og fjölþáttaógnin, hvernig þú verði fjarskiptakerfin, stýrikerfi, raforkunar fyrir árásum, fjármálakerfin og persónulegar upplýsingar og opinbera stjórnsýslu og gögn sem þar eru geymt. Það málefni sem að dómsmála, utanríkis og fjarskiptaráðuneytið verða að fara að taka miklu fastari tökum og vinna að og koma upp öflugri netöryggissveit. Ég held að við látum þetta verða loka orðin. Við erum búin með tímann sem verkvæðlega fróðlegur þáttur og tíminn hlaupi frá okkur. Það var gaman að taka þetta upp einhvern tíma síðar og sjá hvernig árangurinn af þessu öllu hefur orðið en Haraldur Benediktsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, þakkaði fyrir að koma í pólitíkina og veit okkur innsýn inn í þessi mikilvægu mál sem að ég, eins og við höfum komið inn á, ég held að fólk gerir sér ekkit endilega grein fyrir hvað í rauninni mikil bylting en bylting og þeir sem að þekkja það áhorfendurnir þeir vita hvaða dæmi við erum að tala um. Ykkur sem hafa hlustað þakka ég áheyrnina. Lifið heil. Kærar þakkir.